Eldstöðin Dyrhólaey hefur verið mikilúðleg þegar Dyrhólaey, sker og drangar urðu til fyrir 80.000 árum í neðansjávar eldgosi og margt er líkt með skilgetinni systur Dyrhólaeyjar, hinni 30 Surtsey. Dyrhólaey er ein af náttúruperlum Íslands. Þar er margt dýrlegt að sjá og ekki er síður stórkostlegt að horfa til hafs og lands frá inni sjálfri. Í upphafi hafa ey og drangar verið ein samofin heild en tímans tönn, ágangur sjávar, vindar og veður hafa tálgað og brotið, mótað landið inn í nútíman. Upphaf sköpunarinnar, stórkostlegt öskugos, undirstaða móbergsins, en síðasti þátturinn hraungos sem trygging gegn þeim örlögum að öldur og straumar Atlantshafsins eyddu öllu af yfirborði sjávar. Dyrhólaey ber nafn af hinum alkunnu bogagöngum undir tónni sem gengur lengst til suðurs á landfastri eynni. Í 12 vindstigum nýtur fíllinn þess að leika sér í uppstreyminu og jafnvel vatnið streymir upp líka til þess að þóknast káran. Annar Kári, Sölmundarson, bjó á sinni tíð upp af ströndinni vestan Dyrhólaeyjar, á Dyrhólum eða Dyrhólmum að sögn Njálu. Í veðrahamnum kögrast ströndin af hvítísandi brimi og eyjan rís hrikaleg og ógnvekjandi yfir ölduföldunum. Þar sem áður voru hafdjúp er nú allt að 100 metra niður á fast berg og það er freistandi að dansa við öldutaktin. Niðurbrot landsins er drjúgt, allt er á hreyfingu og verður að láta undan. Jafnvel hinn flugfimi fíll getur lent í hrakningum og þarf að taka sig til í ólgandi dansi náttúruaflanna. Frá háeynni blasa við í austri Reynisfjall og Reynistrangar en nær er Lágeyjan við Kirkjufjörðu, Bolabás, Skorpunefi, Skerjum og skapmiklum bergmyndunum sem almættið hefur teiknað með penna náttúruaflanna. Það var varla stætt þennan vetrardag og bergið nötraði undan átökunum. Það ruglust oft stormasamt hjónaband Dyrhólaeyjar og sjávarguðsins. Eldeyjar Hjalti Jónsson kleif fyrstur Háadrang 1893 ásamt Skúla og Fossi og fleiri knáum knöppum og lengst af 20. aldar hafa nytjar verið sóttar í drangin. Vetrarsólsetrið varpar ævintýrabirtu í gegnum hvítísandi brimlöðrið og stormurinn ryður ölduföldunum að landinu og gefur engin grið. En það kemur dagur eftir þennan dag og vorið er á næstu grösum. Döggin lúrir á fjörugróðrinum í morgunsárið. Það er komið vor og vorinu fylgir eggjahljóð í bændum og búaliði. Það er komið að sókn í lundadrang eftir langvíeggjum og fílseggjum. Bændur gera klárt. Menn deyja ekki ráðalausir í hafnleysinu. Langa vittleysa, 20 metra langur slippur eða höfn á hjólum, færir trillu Þorsteins á Vaskarshólum til hafs. Langa vittleysa, járngrind með eins konar lófa á endanum, klæddum dekkjum og flótholtum sem taka mjúklega á móti bátnum í lendingu. Jarðýta er notuð til þess að sjósetja og taka upp. Það er ekki til setunar boðið og jarðýtan bakkar löngu vitleysu til hafs, þar til flýtur undir bátinn og vélarafl hans tekur við. Báturinn er laus og kossin er tekin vestur með landi í blíðu og björtu veðri. Dyrhólaey og drangar eru framundan. Auðvitað eru þeir á sínum stað í eggjaleiðangrinum Guðjón í Garðakoti og Óskar í Garðakoti, menn sem þekkja umhverfið betur en lófa sinn. Framundan eru drangar og dyr. Lundadrangur sem er 45 metra hár, er markmiðið. Dyrhólaey er 120 metra há og Háudrangur er 56 metra hár. Lundadrangur er sérstæð eyja. Það er siglt inn hvelfingu inn í eynna og er þá komið inn í náttúrulega höfn með himinn fyrir þak. Fuglagliðurinn er kröftugur. Rita, fíll, langvíja, lundi, hann er mest áberandi. Þangvaxinn fláinn er hál, en menn stökkva fimlega á land á steðjan.
Böndin eru gerð klár því allt á að vera aðgengilegt. Það er lagt í hann við blússandi stuð í bjarginu. Guðjón í Garðakoti hleypur upp sem fjallahind en báturinn heldur til hafs á skak meðan björgin er sótt í björgin. Bjargmenn tína eggin í fötur og fyrst er tekið til við fílseggin í hlíðum Lundadrangs. Það er hugað að ýmsu á uppleiðinni og Guðjón skýst gilin eins og fimmleikamaður af Guðs náð. Sæmundur á Ketilsstöðum er að gera sig kláran fyrir sígið í Langvíubælinn. Hann er bundinn kyrfilega. Sigbandið þarf að liggja kórrétt klof og mitti, hnútar traustir og allt eins og reynslan hefur kennt best. Á hendið af aðnum, það var vel ekki langt í það. Undirsetumenn slaka sigmanni síðan niður. Tómfatan og niðurleið gefur fyrirheit fjörmeti af bælum Langvíunar, nokkuð sem margir bíða eins og vorkomunar fyrir utan úr það að hvert egg er sjálfstætt listaverk því ekkert egg hefur sömu litasamsetningu. Þá er að hífa upp og þannig gengur þetta koll af kolli og Svartfuglabyggðin er kemd. Sum svartfuglabælin þarf ekki að síga á, en þau eru tæp fyrir bjargmannum. Vanir menn vita þó hvað má og oft byggist bjargmennskan á ótrúlegri leikni og lipur. Það fer ekki á milli mála að Guðjón tiplar á tæpasta vað í hengifluginu. 50 metra þverhnípt bjarg í svarrandi sjóin undir. En úti fyrir dóla þeir Steinu og Óskar á skakinu milli Háadrangs og Lundadrangs. Með höfn við bæjardyrnar hefði Óskar orðið einn af aflakongunum því hann hefur fiskinef. Bjargmenn eru kominir á flá eftir velheppnaða för. Búnaður og eggjafötur er handlangað borð. Fengnum þarf að raða skipulega því eins og svartfuglseggin eru sterk og þola hnjask, þá eru fílseggin brothættari en hænuegg. Hérna. Á landleið siglt fram hjá Bolabás þar sem sagan segir að innan 40 metra djúpum helli bássins
séu undirgöng fyrir Dýrhólahús. Öskur eyðisbola í bolabás fer eftir öldufari, en í öðrum bás við Vík í Mýrdal urðarboli. Það komið að landtöku og langa vitleysa líður frá landi uns flýtur svo báturinn siglir í höfn. Það sérkennilegt að vera komin á þurrt á þennan hátt. Bátur, mannskapur og afli á einu andartaki. Ertu þetta hérna? Já. Ok. Hérna mikið undir steini. Já, það Já. Hellingur að svartir leið það. Á hlaði Garðakots var aflag og eggjum skipt í 7 hluti og það synd að segja annað en að það sé búsaldralegt á hlaðinu þegar Óskar deilur út lífsins gæðum. Það engin tilviljun alla Íslandssöguna að menn við sjó og fuglabjörg gátu ávallt afla sér og sínum matar þótt oft væri það dýru verði keypt í lífsbaráttunni. Á Dyrhólum hjá Stefáni Gunnarsinni einhver mesta ræktun á rófum og gulrótum sem getur á Íslandi. En við ræddum við Þorstein bróður hans í Vatnskarðshólum búsetu í Dyrhólahverfinu. Þorsteinn, þú ert með hefðbundinn búskap hér í Vatnskarðshólum og gerir út frá Dyrhólei. Já, ég með kýr eingöngu og alla kalfa. Nú, útgerð, það nú kannski var alltaf að tala það, en það svona nafninu til. Maður skreppur við og við á sjó. Ég fekk nú snemma bakteríuna fyrir sjósókninni. Ég náði hérna í restin á árabátaútgerðinni. Það voru gerð hér út 2 skip hérna frá Dyrhólei og komst þannig í síðustu róðrana, var svo ljónheppinn og það má segja að það fekk ég bakteríuna. Og svolítið kropp við Dyrhólei? Já, það er það. Það er alltaf fiskur hér út af. Alltaf fiskur og á vorin, snemma á vorin hann hér mjög grunnt. Það svona 3 mílur, 10 mínútur sigling á þessum spýttbátum. Hvað að segja mannlífið hér í sveit? Jú, hér býsna gott mannlíf. Það er mikil breyting frá því ég man eftir. Hér til dæmis í Dyrhólahverfi, þegar ég krakki svona 7-8 ára, þá mun hafa verið hér 40 manns hér í Dyrhólahverfi. Og 8 bújarðir í byggð. En í dag eru hér aðeins 11 manns og 3 jarðir sem eru byggðar. Þannig að breytingin náttúrulega, hún ólýsanleg sko. En það er gott að búa hér og hér er gott fólk. Eilífðarsinfonían syngur sinn söng við Dyrhólei. Sandurinn malar undan strókum hafsins, gatið góða sýnir stærstu dýr á Íslandi og bátar eru aldrei langt undan fengsalum fiskimiðum. Drangarnir, útverðir Dyrhóleigjar, rísa eins og steinmenn úr hafinu og láta sig hvergi í fangbröðum við ægi konung. Háidrangur, lundadrangur, máadrangur, kambur, tóardrangur. Árið 1982 var farið í róður með gamla laginu frá henni fornu verstöð Dyrhólahöfn að tilhlutan Ómars Ragnarssonar, fréttamanns og Sigþórs Sigurðssonar í Litlahvammi. Við ræddum við Sigþór útgerð við Dyrhólei. Já, það er nú kannski ýmislegt hægt að segja það. Þetta svo gömul saga að baki þess. Það nú jafnvel álitið að útgerð hér hafi kannski fylgt bara byggð alla tíma frá landnámi, bæði getið þetta í kristnisögu og eins í grettisögu. En ef við tökum þessa útgerð sem slíka, fiskibátaútgerð, þá upphaf á henni mun nú hafa verið hér austan við Dyrhóleina. Það er margt sem bendir til þess og sagnir það. En af einhverjum ástæðum hefur það orsakast að útræði hefur lagst þar af, sennilega staðhættir hafi breyst svo mikið. Og þá útræði flutt hérna vestur fyrir Dyrhóleina, nánast þar sem við erum.
og það mun vera á 18. öld sem það er. Nú hér er að vísu nokkuð mikil útgerð, þó aldrei eins og hún hafi verið til forna hér fyrir austan, en aldamóti ganga hér yfirleitt þetta 3 og 4 stórskip sem kölluð var með þetta 15 til 18 manns, en svona heldur dregur af því að svona í kringum 1940, þegar ég man eftir, þá eru hér einungis 2 áttróin vertíðarskip og smærri bátar til vor- og sumaróðra. Og þessi bátar þeir ganga hér svona nokkuð fram yfir 1950 og síðast mun vera að fara hér á sjó 1964. Þá var þetta orðið búið að vera ákaflega lítið í nokkur ár. En bátar höfðu staðið í naustum til þess tíma? Já, þeir stóðu til þess tíma og vísu aðeins lengur þó, því að það gerðist hér 1966 að hér var ákaflega þrálát norðaustanátt og virðist koma hér einstreymi í sjó sem gerði það verkum hér gróf ykkur ósköp úr fjörunni og færði sig hér inn með Dyrhólaeyjuna vestan og það náði skipanaustunum sem var eiginlega vitað að voru búin að vera hér á 300 ár og þau féllu í sjó og þar á meðal eitt gamalt vertíðarskip sem var í naustunum. Og það má segja síðan hafi ekki sést hér vestan við eina leita sem staðið hefur hér að jafni. Fjörugróðurinn er kröftugur í þessum miklu andstæði milli fjöru og fjalls. Hamrabelti Dyrhólaeyjar eru ríkuleg, prýdd grænum möttli gróðurs, en mennirnir nýta það sem nýta má. Bandaból heitir helliskútin þar sem bönd úr bátum voru geymd, en nú voru þurrkaðir þorskhausar þar. Hrafnarnir leika við hvert sinn fingur, því landslagið gefur færi á líflegum loftströmmum. Gönguleiðir upp á eina að vestanverðu, skollastígur, en auðfarið er austanmegin af lágeinni á háeinna, gangandi eða akandi. Vesturhlíðin er fagurlega setin dröngum. Við norðvesturhorni stendur Hildardrangur 30 metra hár, úr Stuðlabergi, kleifur á einum stað. Hákarlsbrekkur eru austan Hildardrangs og upp af þeim Hákarlsból. Undir Lat, í vesturhlíðinni, er Hestarétt, haganlega hlaðinn og það er merkilegt að sjá hvernig menn hafa nýtt eitt og annað í hinu sérstæðu umhverfi og náttúruríki Dyrhólaeyjar. Hvarvetna setur gróðurinn sterkan svip á eina, hvönn, grös og blómjurtir. Undir Hildardrangi er hlaðinn Fjárrétt. Hvergi á landinu hefur verið sambærileg nýting, enda Dyrhólaey bæði lands og sjávar og engu öðru lík. Niður af hlíðinni norðan undir háeinni eru skessukrossarnir, 3 krossar meitlaðir í bergið til í viðvörunar. Þegar Dyrhólaós reis í neðsta krossin þýddi það að útfallið var lokað og ósinn komin upp. Miðkrossin táknaði að skessan taldi engjavegin ófæran og að ástæða væri til að moka og þegar flæddi á 3. og efsta krossin var byggð í Dyrhólahverfinu í hættu. Allt hefur sinn gang. Í stóiskri ró dudda hrafnar og lundar í bjarginu. Við rættum við bóndan og heimspekinginn Guðjón í Garðakoti. Hvernig er svona að búa í nábýli við Dyrhólaey? Ég fann það. Þetta er mikil svona tilbreyting í náttúrunni. Ég finnst það ekki. Jú, svona líkar. Mér finnst það líka. Já. Hefur alltaf verið sótt hérna eitthvað í eina svona í fugl eða einhver svona björg frá upphafi? Ég man nú ekki eftir upphafinu. En svona því að þið sótt í þetta eitthvað
Ekki? Jú, það var alltaf veitt einhver svona fugli á veturinn. Á veturinn? Já, háfíl. Já. Ekki lundin á sumrin? Það er lítið. Það var gert aðeins. En aðalega tekinni vetrarfílinn? Já, háfíl. Já, var hann saltaður? Það veit ég ekki. Nei. Er þetta fyrir þína tíð eða? Já, eiginlega. Já. Og þó. En þú hefur ekki róið hérna frá Sandurinn? Ég er síðasti hálfdrættingur á Íslandi. Er það? Já. Á bát hérðan? Já. Hvaða bátur er það? Ég veit ekki hvort ég var að fara. Og hvað hann að gera? Ég veit það ekki. Hvað varstu þá gamall? Það veit ég ekki. Ég var á Svaninn. Já. Sem þá stráklingur? Já. Margir, og var það stór bátur? Það var nýræðingur, 8 ár, 8 ára. Áttaningur? Já. Held ég. Og þá látið hann standa inn austi Já. Og réði þá reglulega? Það var hægt. Já. Var þá sumarlagi sem þú varst á? Nei. Vetrarlagi? Já. Voru margir hálfdrættingar um borð? Nei, voru hái. Og þú heldur að þú verði þá síðast í landinu? Já, ég held að hljóti verði. Hvað finnst þér sérkennilegasti dýralegi? Það veit ég ekki, mér finnst bara að hún eigi að vera eins og hún er alltaf verið. Þetta er að breyta henni. Nei, láta hann að halda sinni tign og reisn. Já, mér finnst það. Birtan leikur stórt hlutverk við dýralegi, síbreytileg og getur á augabræði breytt hafi, bergi og búskapnum öllum hjá fugli og flóru. Gatið í tónni er aðalsmerki dýralegjar. Sama er frá hvaða sjónarhorni það er litið. Það er alltaf jafn tilkomumikið og dulúðugt, augað stóra í bjarginu. Baðstofu urð heitir bergið suður af vitanum. Þar er hraungjarnt, enda veitir vestanbrimið þyngst höggin, svo landið nötrar í verstu veðrum. Baðstofu urðin er landmegin við stóra gatið á tó Dyrhólaeyjar, en á milli þeirra er minna gat sem enn er rétt að slíta barskónum í veðrun og þróun Dyrhólaeyjar. Í austri frá Tónni blasa Reynisdrangar við undir Reynisfjalli, sérlega færir drangar, við fjölskrúðugu fuglalífi og fiskigengd allt umkring. Til austurs frá Tónni sér yfir kirkjufjöruna, Lágeyna, Skerin út á Stamp og Skersbóla og Háadrang. Nokkru utar er Lundadrangur. Til hásuðurs liggur leiðin beint á suðurskautið, en þegar hallar að vestrinu blasir Máadrangur við. Út við Sjóndeildarhring dóla Vestmannaeyjar í hafi. Síðan vesturfjaran frá Dyrhólahöfn. Þá Pétursey á þurru landi og við lokum hringnum fram hjá Vitanum að Austurfjörunni og upp til Reyniskverfisins. Tóardrangurinn liggur undir snarbrættri Tónni. Lundadrangur er utar.
Brimið brýtur oft úr baðstofuurðinni, enda þar sérstakur leikvöllur, sogs og sjávar og þar gengur brimhnefinn beint inn í suðvestanáttinni. Þil baðstofuurðarinnar engin smásmíði. Liðlega 100 metra hátt, á hitt borðið mýkt Dyrhólahverfisins, Péturssey og Eyjafjöllin upp af hinni sandmiklu strönd. Tímans tönn notar náttúruöflin sem meitla, en oft minna drangarnir helst á höggmyndir og oft fiskilegt við Dyrhóley með stóra og smáa báta að veiðum skammt undan. Það búsældarlegt yfir að líta til Reynishverfisins, en við hittum heimafólk við Dyrhóley eina kvöldstund í vitanum og tókum lagi. En dagurinn dettur af degi og lundinn tekur daginn snemma. Prófasturinn setur mikinn svip á umhverfi sitt, svo fagurlega búin virka daga sem helga og spjallið og vangavelturnar tilheyra í lundabyggðinni. Blakkurinn, þetta galdratæki til lands og sjávar, var kominn frá Vík í Mýrdal, sjóleiðina og öslaði eins og ekkert væri á land undir Dyrhóley. Nú skildi manna þetta skip á hjólum og sigla undrin úti fyrir. Á lognblíðum sólardegi merlar á sjóinn
og silfraður blámi leggst yfir. Allt verður galdur og þannig Dyrhólaey í öllu sínu veldi eins og veröld út af fyrir sig. Að líða á hafi eyjar og sker stemning engu öðru lík. Birtuspilið, samsöngur hafs, vinda og fugla, 20 fuglategundur verpa í Dyrhólaey, mest fíll, svartfugl og lundu. En að auki eru þar 30 fuglategundir á vappi yfir sumartíma. Lakkurinn siglir á bolabás, en boli stilltur þessa stundina og stuðlarnir í berginu heilsa okkur með glæsibrag. Leiðin liggur vestur með kirkjufjöruhamrum og skjótt sést vestur á tó frá Skorpu. Inn á Eiði stutt ferð og Arnardrangur blasir við í útfallinu frá Dyrhólaós og við kempum svæðið því alltaf opnast nýjar myndir eftir því hvaðan að komið. Í vesturhlíðum Dyrhólaeyjar og allt niður á sandinn mikið af ertublómum, grænum baunum sem bragðast afbragðsvel. Það sérstakt að ganga þarna og fá sér baunindi snarl, sætar og bragðgóðar grænar baunir ala Dyrhólaey. Það var ákveðið í sambandi við þennan þátt Dyrhólaey að freista þess að fara á flugvél í gegnum gatið á eynni í fyrsta skipti í sögunni. Það margt sem þarf að varast í slíkri ferð, vind, fugl og fleira, en við könnuðum oft og lengi aðstæður og fórum reyndar nokkrar ferðir þar sem tilstóð að fljúga í gegn en urðum frá að hverfa vegna aðstæðna. Hamraborgin Dyrhólaey með draungum og eyjum í raun þyrping náttúrufyrirbæra og til að mynda gat verið 3 vindstiga austanátt við gatið en 4 vindstiga vestri vestan við. Slíkur var potturinn. Það þarf ekki mikinn vind til þess að ókyrrð skapist í nálægð Dyrhólaeyjar, en það var mikilúðlegt að fljúga yfir hvítfyrsandi ströndinni og klifra við brúnir eins og fíllinn. Ný sjónarhorn mynduðust, eins og til dæmis það að sjá ofan á Lundadrang úr lofti gullfallega eyja með innbyggðri höfn. En aðstæður leyfðu ekki flug í gegnum gatið þennan dag og í kveðjuskyni tók Arngrímur Jóhannsson flugstjóri eina bakfallslykkju leið og hann sagði mér að festa vel sætisólarnar. En loksins rann dagurinn upp með öllum aðstæðum eins góðum og hugsast gat. Vindur í lágmarki, lítið af fugli, sléttur sjór og flennibjart. Við gerðum okkur klára, ég fór í flottgallan, Arngrímur brost út í annað og Ragnar Axelsson ljósmyndari var til taks á landi og sjó. Flugtæki var hafið á 2 sæta Citabria Bellanca TF-MBL. Aðstæður voru yfirfarnar og við Lundadrang var þyrla í hangi og larkurinn á sjónum til taks ef eitthvað færi úrskeiðis. Stefnan var tekin úr vesturátt á Dyrhólagatið góða, langþráð markmið var framundan. Það var sérstæð tilfinning þegar við vorum komnir það nálægt að ekki var aftur snúið, en það stóð heldur ekki til og í gegn var flogið eins og ekkert væri sjálfsagðara. Það er allt svo auðvelt þegar það tekst og fuglarnir sem við mættum í gatinu viku kurteisislega en mjög hratt að vísu. Við flugum fram hjá Háadrang
og snerum þá við til þess að fljúga sömu leið tilbaka. Það var í rauninni ekki mjög raunverulegt að fljúga í gegnum eina. Þetta var eitthvað sem líktist fremur tölvuleik, en þetta var hægt og það vildum við sanna. Þetta var stórkostlegt og við sungum inn milli fjallana hér á í heima. Og í gegn flög vélin í lofblíðunni á 190 km hraða. Það var undarlegt að fá aðstæður til þess að fljúga þarna og mynda undir bergveggjunum, fara í kjölfar bjargfuglana. En nú var leiðin orðin svo kunnuleg að við ákváðum að fara þriðju ferðina, kíkja á steinbogann yfir gatinu og þakka fyrir okkur í langri og góðri viðkynningu við Dyrhólaey, í blíðu og stríðu og ekki síst fyrir vinarþel heimamanna. Ég gleymdi gjöfinni, ég gleymdi sjálf